Komið sæl, takk fyrir að koma. Fyrir þessar kosningar mun Miðflokkurinn bjóða upp á lausnir á öllum sviðum, eins og síðast. Stefnu skattalækkun, stefnu endurreisn íslensks landbúnaðar og matvælaframleiðslu, endurreisn heilbrigðiskerfisins, framkvæmd átak í samgöngumálum, baráttu við skipulagða glæpastarfsemi og svo framvegis og svo framvegis. En hér ekki ætlunin að kynna alla stefnu Miðflokksins í öllum málum. Það sem ég kynni nú felur í sér algjörlega nýja nálgun í íslenskum stjórnmálum. Þetta byggist að nokkru leyti á reynslu minni af því hvað þarf til þess að breytingar nái fram að ganga. Því að breytingar, sérstaklega breytingar sem skipta máli, mæta alltaf miklum hindrunum. Þannig að það þarf að finna leiðir til þess að ryðjast í gegnum þær hindranir. Að nokkru leyti þetta kannski spurning að setja stjórnmálin og ríkið í þá stöðu að þurfa að standa sig. Í þessum sal hef ég áður kynnt óhefðbundnar aðgerðir í stjórnmálum, aðgerðir sem voru hannaðar til að ná stórtækum breytingum. Hér var skuldaleiðrétting heimilanna kynnt og hér kynntum við uppgjör slitabúa bankana. Uppgjör slitabúanna og endurreisn efnahagslífsins árið 2015 var mjög óhefðbundin aðgerð. En hún skilaði mesta og hraðasta efnahagslega viðsnúningi sem nokkurt ríki hefur náð, að minnsta kosti í seinni tíma sögu. Ávinningurinn fyrir samfélagið ennþá að skila sér og mun líklega fara að nálgast 1000 milljarða króna þegar allt talið. En ætlunin var alltaf að allir landsmenn fengi að njóta árangursins á sanngjarnan hátt. Það var ekki klárað. Þó að þessi árangur hafi vissulega hjálpað okkur mikið í því að takast á við efnahagsþrengingar núna síðustu misseri. En að undanförnu höfum við landsmenn í sameiningu verið að takast á við heimsfaraldur og með leiðsögn heilbrigðisstarfsfólks sem hefur lagt á sig gríðarlega mikla vinnu og annarra sem að vinna að almannaþjónustu í landinu. Og við Íslendingar höfum reglulega verið minntir á að við stöndum allir í þessu saman og þjóðin hefur staðið saman eins og ein stór fjölskylda þar sem að hagsmunirnir eru samtvinnaðir. En ætti það ekki gilda alltaf. Ekki bara á meðan við erum að takast á við krísu eða neyðarástand. Ef að svarið já, þá skulum við sýna það í verki. Og nú þegar það tekur við að byggja upp efnahag landsins og lífskjör á Íslandi, ættum við áfram að líta svo á að við séum öll í þessu saman. Við þurfum að heimfæra þann anda sem hefur ríkt á öll viðfangsefni samfélagsins. Allir ættu að njóta ávinnings þegar vel gengur og stjórnvöld að nýta þau gríðarlegu tækifæri sem að felast í fullveldi landsins og samstöðu þjóðarinnar og innleiða hvata sem að halda áfram að færa samfélagið í rétta átt. Það sem hér fer á eftir kynning á því hvernig við getum gert einmitt það. Tíu ný réttindi stendur þarna. Sumt af þessu snýst kannski að endurheimta réttindi sem að einhverju leyti hafa glatast, en í öllum tilvikum að ræða nýja leið til þess að tryggja það sem eiga að vera réttindi okkar allar Íslendinga, en felur leið í sér mjög jákvæða hvata fyrir framþróun samfélagsins. Eitt af því sem við höfum verið að takast á við í stjórnmálum lengi
hvernig sé hægt að fara betur með skattfé almennings. Það hefur skort hvata fyrir stjórnmálamenn oft á tíðum að passa upp á það sem þeir eru að taka hjá almenningi og tilhneigingin stundum þá verið bara svo að taka ennþá meira til þess að þurfa ekki að fara vel með eða eins vel og ástæða er til. Svoleiðis að við leggjum til nýja nálgun í þessu með jákvæðum hvötum betri ríkisrekstur fyrir alla. Ef ríkissjóður verður rekinn með afgangi, þá fá allir fullorðnir Íslendingar helming afgangsins endurgreiddan 1. desember árið eftir. Hinum helmingnum getur ríkið þá varið að greiða niður skuldir eða sett í varasjóð ef það telst hagkvæmara. Og þetta hefur eitt og annað jákvætt í för með sér. Það skapar hvata fyrir stjórnmálamenn og stofnanir og kerfið að fara vel með skattfé því að menn munu þurfa eftir árið að útskýra hvers vegna þeir geta ekki skilað neinu tilbaka ef þeir standa sig ekki. Ávinningurinn deilist jafnt meðal almennings. Og fyrir vikið er þarna komin sterkur hvati til að minnka báknið. Allir eiga þann sameiginlega hvata, ef svo má segja. Gera það hagkvæmara og láta það virka betur fyrir skattféð. Þetta hvetur líka almenning til þess að taka þátt í verðmætasköpun og allir njóta góðs af þegar að fyrirtækjunum og ríkinu gengur vel. Þetta er hvatakerfi fyrir heila þjóð sem leið setur þá stjórnmálamenn í þá stöðu að fara betur með skattfé almennings og auka tekjur ríkisins eins og kostur er. Því að það er þetta hin hliðin á þessu. Hin leiðin til þess að ná afgangi í ríkisrekstri er að auka verðmætasköpun í landinu. Allir munu hafa hag af því þegar það tekst. Annað sem við höfum lengi rætt í íslenskum stjórnmálum, verið erfitt mál, eru auðlindirnar og gjaldtaka vegna þeirra. Þetta er búið að vera óleyst viðfangsefni stjórnmálanna ekki bara árum saman heldur áratugum saman. Þó eru flestir líklega sammála það að almenningur eigi rétt á því að fá ákveðið gjald fyrir tilteknar auðlindir. Þannig að við leggjum til nýja nálgun. Snúum bara dæminu við. Byrjum á því að greiða hverjum ríkisborgara sitt auðlindagjald. Á fullveldisdaginn, 1. desember, þá eru stjórnvöld komin í þá stöðu að þau munu þurfa að loksins klára málið og leysa innheimtuna til þess að standa undir gjaldinu sem er skilað til Íslendinga á fullveldisdaginn og upphafi jólamánaðarins hvert ár. En það er líka mikilvægt og raunar lykilatriði þessu að fyrirkomulagið verði til þess fallið að auðlindanýting sé áfram hagkvæm. Menn sjáu sér hag í því að gera sem mest úr auðlindinni, búa til sem mest verðmæti. Og þess vegna tengjum við þetta við arðbæra nýtingu, að koma til móts líka við minni fyrirtæki til að viðhalda fjölbreytileika í rekstri, til dæmis í sjávarútvegi og tengslum við byggðirnar, þar sem framleiðslan verðmætasköpunin fer fram. Með þessu er ekki þá dregið úr tekjumöguleikum í auðlindanýtingu heldur viðhaldið jákvæðum hvötum. Svo í fjárlögum hvers árs er skiptingin greind með tilliti til auðlindanýtingar. Undanfarið, eins og ég nefndi hérna í inngangsorðum, höfum við séð hvers við Íslendingar eru megnugir þegar það kemur að því að takast á við krísu, stórt vandamál. Ekki hvað síst á heilbrigðissviðinu, þar sem að skimanir og bólusetning fyrir alla landsmenn meira og minna hefur gengið ótrúlega vel. Leið reyndar sjáum við
að annars staðar þar sem að kerfið ekki að virka sem skyldi eða verið að jafnvel valda á því tjóni, að þar hefur ekki gengið eins vel eins og með krabbameinsskimanir. En engu að síður, þá á þessi reynsla síðustu missera að verða okkur hvatning. Og við leggjum til að allir Íslendingar muni eiga rétt á heilbrigðisskimun. En þeir sem eru 40 ára og eldri fái boð á 3 ára fresti í almenna heilbrigðisskimun. Ef menn telja ástæðu til, þá sé hægt að kalla eftir því oftar og þeir sem eru yngri en 40 ára, ef sérstakar ástæður kalla á þá geti þeir sóst eftir þessu líka. Almenningur mun velja hvar þessi skimun er framkvæmd, en ríkið greiðir þeim sem uppfylla skilyrðin fast gjald fyrir framkvæmdina. Þannig myndast samkeppni að gera þetta sem best og skapar leið auðvitað tækifæri fyrir fólk í heilbrigðisþjónustu. Þetta er ekki alveg ný uppfinning þessar almennu heilbrigðisskimanir. Því að þær hafa verið þekktar árum og áratugum saman víða lönd og efnað fólk auðvitað sérstaklega nýtir sér þetta jafnan. Valdamenn eru sendir í svona skimanir reglulega til að leita að hættum, sjúkdómum, meta heilsu viðkomandi. En hvers vegna ættum við þetta fámenn þjóð í svona gjöfulu landi, þessi eina stóra fjölskylda, ekki bara geta tryggt öllum Íslendingum rétt á þessu. Og með því, líklega, ég trúi því, á endanum sparað peninga fyrir heilbrigðiskerfið. Vegna þess að þetta hefur forvarnargildi og þetta hjálpar til við að finna hætturnar og það verður fyrir vikið auðveldara og ódýrara að takast á við vandamálin til þau finnast, en það sem skiptir kannski mestu máli, þetta mun bjarga mannslífum. Í fjórða lagi, ef við erum öll í þessu saman, verðum við þá ekki að líta svo á að allir eigi að hafa tækifæri til þess að byggja upp eignir. Sérstaklega á það auðvitað við heimili. Að fólk, Íslendingar, fái tækifæri til að eignast sitt eigið heimili. Það hefur orðið afturför hvað þetta varðar á síðustu árum. En við kynnum hér tillögur að því hvernig allir fái tækifæri til þess að eignast eigið húsnæði. Hluti af því eru tillögur sem að við ræddum á landsþinginu, sem komu fram fyrir 5 árum síðan mótframlag ríkisins fyrir þá sem að telja það henta sér. Ekki þessi furðulega aðferð sem við horfum upp á núna, sem í rauninni bara útúrsnúningur á þessum hugmyndum, birtist í einhverju happdrætti sem dregið nokkuð sinnum á ári, hverjir geti hugsanlega fengið mótframlag og endalausar flækjur í því. Við einföldum þetta, við fylgjum þessari hugmynd eins og lagt var upp með hana. Og við setjum þetta í samhengi við húsnæðisstefnu Miðflokksins það hvernig hægt sé að auka lóðaframboð. Nýtt og hvetjandi regluverk, fjölbreyttara húsnæði, gæða húsnæði, sérstakt áhugamál hjá mér, lægri skattar, lægri gjöld og afnám stimpilgjalda. Stimpilgjöld eru alveg furðuleg skattlagning, ætti kannski heima á 19. öld í Habsborgaraveldinu, en ekki á Íslandi árið 2021. Það refsa fólki fyrir að eiga viðskipti með sérstakum refsiskatti, það er ekki til þess fallið að ýta undir verðmætasköpun í samfélaginu. En auk þess fær almenningur heimild til að setja 3,5% stig, það viðbótar framlag sem nú er rætt, í lífeyrisgjald, það segja 3,5% af lífeyrisiðgjaldi í sjóð sem má nýta til fasteignakaupa. Það er ekki einhvað bogi við það að fólk sé að borga í lífeyrissjóð og fái kannski takmarkaða ávöxtun af peningum sínum þar, en þurfi á móti að taka lán á háum vöxtum eða miklu hærri vöxtum frá bankanum til að eignast húsnæði. Þó að húsnæði sé í rauninni kannski
einn mikilvægasti liðurinn í því að byggja sér upp eignir fyrir efri árin. Þess vegna ætti að leyfa fólki að velja það að nýta þetta með þessum hætti. Og þetta ekki bara spurning húsin. Hér á Íslandi þá eru aðstæður bara þannig að flestir þurfa á því að halda eiga bíl til að komast auðveldlega leiða sinnar. Það hefur ekki allir haft ráð á því, en við eigum að líta á þetta sem eitthvað sem flestir Íslendingar eigi að hafa tækifæri til að gera, að eiga og reka eigin bifreið. 5. atriðið varðar fjármálakerfið sem við ræddum mikið fyrir síðustu kosningar og lögðum fram heildaráætlun endurskipulagningu fjármálakerfisins. Og rétt eins og ég nefndi áðan að við uppgjör slitabúanna þá hefði almenningur átt að fá að njóta þess, þá var það alltaf á sínum tíma, og ég tjáði mig það, lykilatriði að seinni hlutinn, það sem þyrfti að fylgja á eftir, væri að ríkið endurskipulagði og byggði upp betra fjármálakerfi, sanngjarnara og hagkvæmara fyrir almenning og fyrirtæki. Og nýtti þá einstöku stöðu sem þarna var komin þegar ríkið var í rauninni með allt fjármálakerfið í fanginu til þess að endurskapa það og láta það virka betur, meira eins og kannski í sumum öðrum löndum. Þetta tækifæri var ekki nýtt, hefur allavega ekki verið nýtt til þessa og við sjáum aftur vogunarsjóði vera að ná ítökum í íslensku bönkunum og greiða sér út ríflegan arð. En við gefumst ekki upp því það ennþá tækifæri til að stíga þarna inn í og fá almenning til þess að taka þátt. Og hér leggjum við til að þjóðin fái tækifæri til að taka beinan þátt í endurreisn fjármálakerfisins með því að þriðjungi hlutafjár í Íslandsbanka verði deilt jafnt á alla íslenska ríkisborgara, á þá sem eru fæddir en ekki dánir fyrir lok árs 2021 miðað við þarna. Og menn geti svo selt bréfin ef þeir vilja að 2 árum liðnum. Þetta í samræmi við stefnuna okkar frá 2017, þá var það reyndar Arion banki sem var að ræða, en það fór eins og það fór með nýrri ríkisstjórn. En með þessu þá hefur fólk beina aðkomu að endurskipulagningunni, en þá má ekki gleyma því að Landsbankinn mun líka áfram gegna mikilvægu hlutverki í samræmi við stefnu okkar frá 2017 það að viðhalda samkeppni og viðunandi kjörum á fjármálamarkaði auðvitað og það verið í eigendastefnu Landsbankans. Þannig að það sé ekki rekið á þeim forsendum að vogunarsjóðir í New York og London geti greiðst sem mest út úr kerfinu hér. Miðað við núverandi markaðsvirði Íslandsbanka, og hann hækkaði talsvert eftir að hann var settur á markað, þá væri hlutur hvers og eins nálægt 250.000 krónum og þar af leiðandi 4 manna fjölskyldu 1 milljón krónur. Og sjálfsögðu á þetta að vera skattfrjálst því að þetta þegar eign landsmanna, en þetta líka sanngjarnt af sömu ástæðu. Og þetta efnahagslega hagkvæmt. Þetta eykur sparnaðarmöguleika og kaupgetu alls almennings og getur verið liður í því að við byggjum upp samfélagið efnahagslega. Númer 6 mikilvægt atriði sem að mér hefur fundist oflítið rætt og opinberlega, þó að þegar maður ferðist landið þá heyrir maður endalaust sögur sem að vekja mann til umhugsunar mikilvægi þess að koma þessum hlutum í lag. Stofnanir ríkisins, kerfið, verður að vera í þjónustu við borgarana en ekki öfugt. Það þarf að gera til dæmis með hlutum á borðið að tryggja að stjórnvöld veiti svör innan ákveðins tíma og að tryggja jafnræði ef það kemur upp ágreiningur milli ríkisvaldsins eða hins opinbera og borgarana. Þannig á til dæmis almenningur alltaf að hafa sama tímafrest og jafnræði að öðru leyti í samskiptum við stjórnvöld. Ekki það að menn séu krafðir svar innan
2 vikna og svo berist viðbrögðin 1,5 ári seinna frá ríkinu. Og þarna lagt til að bætt verði inn réttarbót sem hefur verið við lýði í Noregi í 20 ár, að ef að ríkið lætur einhvern sæta ákæru án tilefnis eða þvingunum, að þá eigi viðkomandi rétt á bótum án þess að þurfa að fara í dómsmál við ríkið. En það þarf meira til. Það þarf í raun að fara yfir öll gildandi lög með tilliti til þess hvort að grundvallar réttindi borgaranna séu tryggð. Forsætisráðuneytið ætti auðvitað að leiða endurskoðun lagasafnsins hvað þetta varðar. Og svo annað mikilvægt atriði þarna, sem nú yfirleitt talið upp sem eitt af grundvallar atriðunum í réttarríki. Það eru nokkur atriði og eitt þeirra að lög séu skiljanleg. Þannig að það sé hægt að ætlast til þess að þeir sem eiga að fylgja þeim fari eftir þeim. Það hefur nú orðið verulegur misbrestur á þessu og ég held að mér sé nú alveg óvægt að segja það hér að ég hugsa að þessi býsna mörg frumvörp sem fari í gegnum þingið og verða lögum á þess að þingmenn hafi hugmyndum hvað það þýða. En svo ætlast til þess að almenningur fylgi því. Svoleiðis að það þarf líka að fara í gegnum lögin með tilliti til þess að þau séu skiljanleg og jafnvel að heimila dómstólum að taka tillit til þess þá ef að ríkið hefur brugðist með því að hafa óskiljanleg lög að það megi þá líta til þess. Og svo þarf auðvitað að koma í veg fyrir áframhaldandi öfugþróun og þar tökum við bara upp regluna sem að við settum vorum að koma á í ríkisstjórnarna 2013-16 til að nýta áhuga kerfisins á að setja nýja reglur. Ja, þá þarf að taka út 2 sambærilegar reglur á móti hverri nýrri. Ef við erum öll í þessu saman, þá hlýtur það að gilda á því hvar fólk býr. Og við hljótum þá að vilja tryggja jafnræði fólks óháð búsetu. Í fyrsta lagi með því að segja að allir landsmenn eigi rétt á sömu þjónustu frá ríkinu óháð því hvar þeir búa. Hvort sem ræða heilbrigðisþjónustu, menntun, öryggi, aðgang að orku og fjarskiptum eða samskipti við ríkisvaldið. En þar sem að skortur á innviðum, sem að ríkið kannski í sumum tilvikum hefur vanrækt að veita viðeigandi þjónustu eða aðrar ástæður hamla, þá eðlileg krafa að þetta sé bætt, að staðan sé jöfnuð með fjárhagsaðstoð sem að tryggir til dæmis heilbrigðisþjónustu og nám, jafnt aðgengi og með jöfnun raforku og húshitunarkostnaðum allt land. Við vorum að tala auðlindirnar áðan og menn virðast vera meira og minna sammála að auðlindir sé á vissan hátt sameign. Hvers vegna í ósköpunum þá, ef við lítum á orkuauðlindina, eina mikilvægustu auðlind landsins sem sameign, fólk rukkað mismikið eftir því hvar það býr fyrir að nýta þessa sameiginlegu auðlind. Hér líka lagt til að byggðarlögum verði skipt í 4 ólíka flokka eftir því hversu miklum hindrunum þau mæta. Þetta þekkja menn frá Noregi, hefur verið gert þar áratugum saman. ESA reyndar stoppaði þetta í 1 eða 2 ár, svo vannst það mál fyrir dómstólum og var tekið upp aftur í beinu framhaldi. Í Noregi þetta reyndar 5 mismunandi flokkar. Allar þessar upplýsingar eru til staðar nú þegar hjá Byggðastofnun og auðvelt að búa til kort eins og maður sér kortin á Noregi, það sem að hin ýmsu svæði eru lituð í 5 ólíkum litum. Það sem að hindranirnar eru mestar, greiða fyrirtæki ekkert tryggingagjald. Það sem eru minnstar 6%. Og svo þarf auðvitað að koma til móts við fólkið líka, beint, þar sem að það ekki að fá þá þjónustu sem það getur ætlast til frá ríkinu. Allt þetta auðvitað og verða liðir í
heildaráætlunum okkar Ísland allt, sem kynntum fyrir síðustu kosningar og höldum okkur við af því að hún það eina sem getur gengið upp að líta á þetta allt heildstætt, vera með heildarplan og fara úr dýrri vörn í jarðbæra sókn. Í 8. lagi hljótum við líka að líta til þess að allir njóti jafnræðis óháð heilsu og aldri, enda því skyldu eldri borgarar sem eru búnir að leggja sitt af mörkum fyrir samfélagið áratugum saman og skapa þau verðmæti sem við búum að núna, því skyldu þeir ekki njóta jafnræðis á við aðra. Þetta kallar á inngrip, byggt á því að ná sem mestu jafnræði. Sá hluti lífeyrisgreiðslna sem fjármagnstekjur verður skattlagður sem slíkur, en lífeyrir og aðrar hliðstæðar bætur frá Tryggingastofnun verða miðaðar við umsamin lágmarkslaun og hækka í takt við launavísitölu. Núverandi hindranir á atvinnu eldri borgara verða afnumdar. Fyrir þá sem að geta og vilja vinna lengur, þá á sjálfsögðu að heimila það. Heimila fólki að nýta sína reynslu og þekkingu ef það vill gera það lengur en nú heimilt. Með því þá verið að koma í veg fyrir misnotkun en misnotkun á mismunun, ætla ég að segja, gagnvart eldri borgurum og aukið vinnuframlag þeirra og geta til þess að halda áfram að skapa verðmæti í samfélaginu nýtt. Samhliða þessu hækkar frítekjumark atvinnutekna í 500.000 krónur á mánuði og frítekjumark greiðslna á lífeyrissjóði í 125.000. Þetta hvort tveggja fimmföldun frá því sem nú en ekki fimmföldun kostnaðar. Þvert á móti, jafnvel. Því að það sem menn hafa leyft sér að gera í umræðum þessi mál allt of lengi að líta á það að draga úr skerðingum feli í sér hreinan kostnað fyrir ríkið. Menn einfaldlega líta fram hjá auðvitað sanngirnisliðinni en líka því hvað kemur mikið á móti með meiri landsframleiðslu, með því að fólk hafi tekið lengur, geti lengur greitt iðgjald í lífeyrissjóðinu og það gagnast þeim. Þetta hefur jákvæð áhrif á svo fjölbreytilegan hátt. Fyrir utan það að vera sanngjarnt, sem nú atriði sem má ekki alveg gleyma í pólitík. Þó að sumir séu alltaf að hugsa það hvað ríkið þurfi að borga mikið fyrir að gera það sem sanngjarnt. Við getum ekki nálgast það þannig. Þannig að með þessum breytingum hvetur ríkið til sparnaðar og verðmætasköpunar, en eldra fólk ekki hvað síst og þeir sem að búa við vanheilsu þurfa auðvitað að komast í nauðsynlegar læknisaðgerðir sem að, ég þarf ekki að rekja þá sögu hér, hefur auðvitað verið hálfgerður farsi undanfarin ár, en það svo ég snúi mér nú aftur að hagkvæmninni til þess að reyna að nálgast þá sem að hafa alltaf mestar áhyggjur af henni. Það einstaklega óhagkvæmt að vera með langa biðlista. Því að það stendur jú til að framkvæma aðgerðirnar fyrr eða síðar, en fyrir vikið ertu með fólk óvinnufært jafnvel mánuðum og árum saman. Og það mikill kostnaður í því fólginn. Varla sér ríkið fyrir sér að spara með því að bíða eftir því að menn gefist upp eða deyi á þessum biðlistum eða verði of veikir til þess að geta farið í aðgerð. Við hljótum að gera ráð fyrir því að það verði standið til að framkvæma aðgerðirnar og þá hagkvæmara að gera það því fyrr sem hægt er. En þarna þarf aðeins að pota í ríkið, gefa því smá hvata og hér með tillögu að hafi sjúklingur þurft að bíða lengur en í 3 mánuði eftir nauðsynlegri aðgerð skuli ríkið greiða viðkomandi bætur mánaðarlega. Ríkinu ber líka skylda og á að bera skylda til að veita öldruðum og veikburða fólki viðunandi búsetuúrræði
menn hafa auðvitað rætt mikilvægi þess að koma á millistigi, milli hjúkrunarheimila og úrræða í heimahúsi. En þetta líka enn eitt dæmi það hvernig núverandi kerfi óhagkvæmt og veldur miklu meiri kostnaði þegar að fjöldinn allur af eldri borgurum á Landspítalanum, aðrir sjúklingar komast ekki þar að, dýrustu rýmin fyrir vikið af því það ekki búið að undirbúa það að taka á móti þeim annars staðar. Það þarf líka að einfalda regluverk í þessum málaflokki eins og öðrum og aðskilja lögum eldri borgara og öryrkja. Það hentar hvorugum hópi að vera settir saman í einn lagabálk. Og þarna nú nýtt embætti, en í staðinn, því við viljum ekki bæta í báknið, verður sparað tvöfalt meira annars staðar til að koma á embætti umboðsmanns eldri borgara sem að mun verja rétt þeirra og meðal annars þessi atriði sem ég rakti hérna áðan. Svo það litlu fyrirtækin sem að hafa beðið og reynt að þrauka. Og þau voru mörg komin í vandræði löngu áður en að faraldurinn hófst vegna þess að samkeppnisstaða þeirra alltaf að versna. Ríkið leggur á þau ný gjöld og álögur og nýjar kröfur að fylgja oft á tíðum óskiljanlegu regluverki. En fyrir vikið hafa stærri fyrirtæki, og ekki bara stærri íslensk fyrirtæki, heldur stór alþjóðafyrirtæki, alltaf meira og meira samkeppnisforskot. Þau eru með heila deild til að fást við kerfið. Á meðan að sá litli sem að reyna að koma sér af stað getur ekki og hefur ekki efni á að eyða öllum sínum tíma í ríkið og kröfur þess. Þess að við munum leggja hér til leiðir til þess að jafna samkeppnisstöðu minni fyrirtækjanna gagnvart þeim stóru. Og höfum í huga það eru litlu fyrirtækin sem að skila langmestu af verðmætaaukningunni í samfélaginu, nýju verðmætasköpuninni og búa til langflest ný störf. Þannig að það er mikið hagsmunamál fyrir samfélagið allt að litlu fyrirtækjunum gangi vel. Og í skattatillögum okkar þá gerum við ráð fyrir skattaafslætti fyrir minni fyrirtækin, einnig að nýstofnuðum fyrirtækjum sé gefinn kostur á að flýta fyrningu rekstrarreikna. Ég ætla ekki að fara út í smáatriðin í því hér, en það þýðir að þau geta haldið meiru eftir af rekstrarfé inn í fyrirtækinu og meðan það verður að byggja það upp. Hætt verða skattleggja starfsmenn fyrirtækja vegna hlunninda á borð við að fá hádegismat eða nota starfsmannabifreið. Þetta gefur fyrirtækjunum tækifæri til þess að bæta kjör fólks auðvitað, en í tilviki bílana þá dregur þetta úr þörfinni fyrir að stækka bílaflotan umfram það sem að dugar til þess að sem flestir komist leiðar sinnar. Efsta atriðið þarna snýr að skattaafslætti og tengist því sem við ákváðum nú í samræðum við vísind- og tækniráð á sínum tíma að veita skattaafslátt til nýsköpunarfyrirtækja. Á endanum náttúrulega þvældist þetta mál mjög svoleiðis að það eru bara tiltölulega fá fyrirtæki sem að uppfylla kröfurnar að hægt sé að fjárfesta í þeim og fá skattaafslátt á móti. Þannig að þetta verður rýmkað. Rétt eins og á sínum tíma var talið mikilvægt til að koma á verðbréfamarkað á Íslandi, þá var skattaafsláttur fyrir kaup á skráðum hlutabréfum. Nú áherslan á hér að hafa hvata til þess að menn fjárfesti í litlu fyrirtækjunum, nýsköpuninni. Aðgerðir til að draga úr íþyngjandi regluverki eru náttúrulega mjög stór þáttur í þessu öllu. Bara eitt atriði nefnt þarna, til dæmis heimild til að skila öllum eyðublöðum sem eru nauðsynleg gagnvart ríkisvaldinu rafrænt. Það myndi strax hjálpa töluvert. Frítekjumark tryggingagjalds höfum við rætt nokkrum sinnum og þarna komum við aftur að afnámi stimpilgjaldanna.
sem bara ósanngjörn skattlagning en líka furðuleg hindrun gagnvart viðskiptum og vexti í samfélaginu. Og svo gefst fólki tækifæri ef það fær hugmynd og langar að reyna að byggja upp eitthvað í kringum það, tækifæri til þess að vinna í 1 ár, til dæmis í frítíma, að stofnun þessarar, því að gera þessa hugmynd að veruleika á þess að þurfa að greiða sér laun úr félaginu. Og að lokum, atriði sem að alltaf að verða meira aðkallandi, atriði sem hefur verið vanrækt og menn kannski telja sumir að skipta ekki öllu máli, en ég myndi þetta móti segja að það skiptir öllu máli vegna þess að það forsenda árangurs á öllum öðrum sviðum. Og það mikilvægi þess að við stöndum vörð tjáningarfrelsið og aðrar grundvallarreglur réttarríkisins. Við munum setja lög sem að verja Íslendinga fyrir því að stofnanir eða fyrirtæki láti fólk gjalda skoðana sinna. Það verður tryggt að öll íslensk lög standist ákvæði stjórnarskrárinnar málfrelsi. Gera þau það ekki, myndum við ekki segja. Ég ekki alveg viss að það gangi eftir í öllum tilvikum, né heldur að það sem að talið upp þarna síðast, önnur grundvallarréttindi sem að eiga svo sannarlega að vera réttindi Íslendinga, þessarar fámennu og fullvalda þjóðar, eins og að tryggja persónuvernd, eignarrétt, sakleysisektir sönnuð, jafnræði fyrir lögum og framkvæmd annarra grundvallarreglna. Það skylda stjórnvalda gagnvart borgurunum að passa upp á þetta og láta þetta ekki smátt og smátt renna út í sandinn eða verða áhrifaminna en það þarf að vera. Svo hér hef ég farið yfir 10 réttindi sem að mér finnst að Íslendingar eigi allir að hafa, réttindi sem að eru til þess fallin leið að gera samfélagið sanngjarnara og beina því í rétt átt, búið til jákvæða hvata, betri ríkisrekstur, meiri byggð víðar á landinu og svo framvegis, svoleiðis að allt myndar þetta eina heild. Og ég ítreka það sem ég nefndi hér upp að þetta ekki heildarstefna í öllum málum, en með því að nálgast þetta svona hægt að koma breytingum í gegn, ryðjast í gegnum hindranirnar, tryggja það sem á að vera réttur okkar og þá verður allt hitt líka auðveldara fyrir vikið. Þess að þetta ætlum við að klára því að Miðflokkurinn, við gerum það sem við segjumst ætla að gera. Takk fyrir.